Ég held svona klikkuð. Ég fekk brjála hugmynd. Eins og þið vitið hérna Svana að biðja fólk að nýta garnafangana sína til að búa til veifurnar fyrir prjónagleðina. Hérna ég með disk, eða kukuðfat, eitthvað, fullt af litlum spottum sem ég hef klippt af garninu eftir ég er búin að lita, sem heldur því saman svo það fari ekki alveg í rugl í pottinum, þú veist. Þessa litlu þú veist, auðvitað stóri hnúturinn ennþá, þú veist, sem með 4, sem heldur endunum á þessu öllu saman. Þannig að mér langar að vera svolítið klikkuð og hnýta þetta allt saman. Ég held að ég geri 2, því á eitthvað móher, ég held að ég flokki móherið frá og geri hitt. Þannig ég geri að því þarf alveg, þetta náttúrulega ekki nógu breitt band til þess að gera veifurnar. Þær eru svolítið grófar, ég held að ég var með, ég búin að senda nokkrar, eða lét söguna hafa á prjónagleðinni. Og ég held ég hafi prjónað og heklað þær á heklunál 4,5 eða 5. En þú veist, þetta ekkert, held ég nógu breytt fyrir það, en ég held að ég myndi vilja allavega setja, þú veist, móher með aðeins til þess að geta mér puffy. Kannski setja ég bara 2 svona saman, ég veit ekki alveg, þú veist, játa hérna. Það líka eitthvað uppi sem ég er búin að setja í pokum af því að ég prófaði, það sést ekki neitt, ég prófaði að taka gamalt lag og spreða það út, setja garn ofan á, setja svo svona netaefni ofan á og sauma það fast og bjó til nokkra svona buddur. Þú veist, sem þá bara fóðraðar að innan. Ég var búin að taka það til, en mér langar að prófa að gera svona veifur. Ég ætla að hnýta saman í eitt langar spotta. Ok. Herði, ok. Þetta bara svona alls konar. Ég alveg komið með alveg ágætlega mikið og annan móherbolta, hann náttúrulega miklu minni. Ég held ég sé búin að búa allt móher sem var á þessum diski. Held ég, hún meir uppi, þú veist. Ég alveg búin að þetta var náttúrulega miklu meira á hann. Þú veist. En það verður spennandi að sjá hvað verður úr þessu. Já, ég ætti að fetta það saman. Hvað endin á þessu? Nei, ég var búin að þetta bara eitthvað annað dút. Þú veist, ég var ekkert að, ég byrjaði ekki að lita svona, lita greiðjanda ritina, paraða saman. Tók bara eitthvað. Já, kannski fer ég eitthvað aðeins meira að gera það, en ég veit það ekki. Ég held að það sé skemmtilegt bara að gera eitthvað sitt og hvað, það auðveldara, það þarf ég minna að pæla í því. Ég þarf að klippa þennan. Eða slíta hann bara. Það var hnútur hérna alveg á endanum sem ég langaði ekki að hafa. Og svo ætla ég, og eftir, ef ég hef tíma, ég þarf alltaf að fara með strákinn minn aðeins upp á sjúkrahús að bólusetja fyrir hlaupabólu. Það var ekki komið þegar hann var lítill. En hann að fara á eftir. En ég þarf aðeins að passa upp á tímann hjá mér. Gleyma mér ekki
í þessu, ég geti það nú alveg. Já, svo sýni ég ykkur þegar ég fer að hekla þetta saman, hvernig það kemur út, hvað sem það verður heima eða hér eða whatever, eitthvað. Kannski bið ég bara Hólmar að hnýta þetta eins saman þegar ef við komum eftir sprautuna. Hann náttúrulega geti alveg hnýta saman fyrir mig. En jú, sé okkur eftir. Því ég byrjuði að hekla þetta. Heiði, já, ég svindlaði og byrjaði á veifu af því einfaldlega vegna þess að ég er að taka upp í símanum og uppskriftin er þar. Ég var búin að læra hana þegar ég gerði daginn vel nokkrar, eða daginn fyrir karnevalið. En ég byrjaði. Hún er náttúrulega alveg bara crazy og náttúrulega endarnir eru alveg út allt. En þú veist, uppi einhvers staðar, þú veist, langt í burtu, þá er það nú alveg kannski eitthvað. Kannski þyrfti ég samt að sortra litina betur. Veit það ekki. Hún er allan, þú veist, við getum allan sagt að hún, þú veist, veifan hefur mjög mikinn karakter. En ég á mjög mikið eftir af alls konar, þú veist, öllu nema móher, hnyklunum, en ég er búin með móherið. En það er allt í lagi, af því að ég fór upp og náði í alveg slatta meira og ég er búin að sostra einhver liti, þú veist, af því ég var að gera í buddurnar. Þannig ég þarf bara að sortera móherið frá öllu hinu. Ég er svo að horfa. Hæ, herri, ég kom með hérna aðstoð við að gera bolta. Þessi bláa. Hann er að hnýta saman bláan fyrir mig úr öllu bláa. Stendur sig alveg ágætlega í því. En ég er búið með hérna fyrsta og ég á alveg hellinga eftir af þeim hnykli og eins og ég sagði hann, þú veist, hefur sinn karakter og er alveg bara, eða hann, hún, veifan mín, hún er alveg, ég held samt hún verður alveg sæt upp á, þú veist, upp á ekki einhvers staðar. Hún er mjög mikil og bara er svolítið rosaleg. Þú veist. Þetta er alveg mega fuzzy og alls konar. En hinar verða ekki alveg eins svona fluffy af því ég á ekkert rosa mikið eftir að fluffy í gatninu. Ég sé pínu eftir að hafa notað það allt í þessa en ekki reynt að geyma það eins meira og betur og nota svona í öllum hér þar. En já, ég ætla að gera núna bara svona litabolta. Eins og ég sá áðan því ég var að flokka þetta eftir litum. Og ég held ég geymi þennan alveg í lokin svo ég geti gert fleiri svona eftir ég er búin að gera, þú veist, 1 litar, þú veist, misrauðar eða misgrænar eða misbláar.
heilar svona. En ég ætla samt sem áður sko, ég á alltaf rosa mikið af gulu, svona alls konar skapni, en ég á rosa lítið af gulu móheri, þannig ég held ég þurfi að blanda það annarkvort við rauða móherið, ég á rosa mikið af því, eða brúna, eða eitthvað svona sitt og hvað. Kannski geri ég fyrst rauðan og brúnan til þess að vita hvað ég er eftir, þú veist, úr heilli svona, til þess að vita hvað ég á, til þess að hafa með þessu. Það sé planið eins og held ég. Já, annars ætla ég bara halda eitthvað aðeins áfram að hnýta þetta saman við tvö hérna. Og svo þarf ég að fara að segja stelpurnar og þá gerir ég náttúrulega ekkert meira í dag af þessu, af því ég nenni ekki með þetta heim. Það verður bara hér og ég spjalla aftur við ykkur á morgun. Jæja, herri, ég er búið með setta grænum og setta rauðum og boltan sem að Hólmar gerði. Þetta sko, ég var að kenna honum að hnýta saman, það er ekki allir alveg fullkomnir, en það er ekki líka mjög skemmtilegt. Næsta dagskrá er að gera bláan, fann reyndar aðeins meiri af bláum inn í þessu hérna. Þannig að ég ætla að gera það næst. Og svo kemur bara ljós hvernig mér gengur. Ég er mjög forvitin að vita hvort að græni sé nóg í veifu, því ég veit ekkert hvað fór mikið í þessa, bara ekki hugmynd. Þannig að, já, áfram með smjörið. Sann sko, því meira sem ég horfi á þessa hérna, því minna tími henni fyrir prjónagleðina. Ég langar eiginlega bara að gera fleiri svona og hengja upp hérna inn í búð. En jú, það koma alltaf, þú veist, þetta er ekkert seinasta fluffi sem ég lita, eða þú veist, óhanda ekki að kannski er pínu, veldur kannski pínu ykkur, hvað maður litar mikið eða hverju. En ég held að ég geri klárlega svona fyrir búðina, held ég. Mér finnst það góð hugmynd. Líka bara gaman, mér finnst rosalega gaman að bara sjá litina sem ég hef litað. Þannig að ég er alveg einhverju spottar, þetta er náttúrulega spotti sem að kemur á hespinni og hann litast ekki, þú veist, þessi er búin að fara í gegnum litun, en litast ekki. Þannig að ég líka kemur þá. Næst af gulu spottunum eru til dæmis bara svona spottar sem að hafa verið á sokkagatinu og þeir litast mjög svona misvel og sumir svona að vera pínu brúnni eða grænari eða eitthvað pínu svona slíkja þessu svona rauð appelsínugul og það er rauðgatni þegar þetta er einhver gerviefna þráður. Þú veist, hérna náttúrulega er gulta frá mér og þetta hérna líka. En ég held að það sé eina svona gul litaða af mér. En já, en ég bara halda áfram með þetta. Áfram með smjörið.
Heyrðu viti, brúni, ég held að ég geri hann bara alveg seinast með blanda einhver öðru. Það er ekkert flott að bara brúnan í svona veifu. Þær vilja vera svolítið litasprengjur. Ég ætla að hætta við brúna. Þú veist, þetta er ekkert skemmtileg veifa. Aha, ég held ekki. Ok, heyrði, ég er búin að vera í 45 mínútur. Eitthvað svoleiðis, 45 mínútur að hvað gerði ég? Ég er búin að gleyma hvað ég gerði. Blái. Græni, ég var ekki að græna ekki. Guli, 4 boltar. Á 45 mínútum. Ég held að þetta tekur rosalega langa tíma. En ég held, slapp guli, allt í lagi. Ég held ég taki heim með mér græna, rauða og bláa. Og hekli kannski eitthvað yfir sjónvarpinu í kvöld. Ég held að ég taki þessa með heim. Ég vona bara, ég þarf að passa að gleyma ekki heklunarli. Er að hekla þetta 5, ég man ekki hvort ég var búin að segja það í gær. Ég held að taka þessa hérna líka með, bara að geta séð stærðina, af því að ég viðurkennileg, það náttúrulega er uppskrift inn á prjónagleðin.is, bæði fyrir þessa hekluðu og svo fyrir prjónaða útgáfu líka. Ég viðurkenni alveg að það var svolítið erfitt að sjá hvað ég var búin mikið og kannski hitt ég ekki alveg í alla stuðlana, segjum að það ekki, allstaðar, en ég veit ekki alveg hvort hún sé alveg 100% rétt. Hún er allavega með svona veifulag og er, held ég sirka í þessa stærð sem það byggjum. Svo stoppaði ég bara þegar mér fannst stærðin vera komin. Þannig ég ætla að taka það með mér núna og ég kannski reyna að muna að hérna taka eitthvað upp fyrir ykkur. Man það kannski, mér langar að finna hann í rauða hérna, einn hérna. Það er svona ljós appisnúrur. Ég finnst í rauninni bleiki vera meiri rauður, einhvern veginn. Ég var fullt af bleikum, það verða bara 2 bleikar. Já, verður stór svona bolti. Móheyrð er ekki alveg. En eins og ég sagði þannig, ég ætla að geyma brúna og nota hann í eitthvað með einhver öðru. Þannig að bara bleikur er ekkert ljótt og svona á ég bara eitthvað smottir í að fjólubláum sem að brúni myndaleg tóna vel við það. Hún er það ábygglega samt rönd og þú myndi byrja bara fjólblá eða gul eða ef ég á lítið af einhverjum lit og svo verða meira svona röndóttari. Já. Þetta er dagurinn í dag. Hefði, smá bátinn. Ég er búin með móhrið og á alveg töluvert eftir. Svo hún verður nú jafn stór. Þannig á morgun. Ég ætla að vera í gangi á morgun. Kannski hinn daginn, eða nei, helgina. Mánudaginn eftir helgi. Þá var ég að finna eitthvað annað móher. Það er ennþá helling til eftir að bláa. Það langar mig hérna sýningur. Ég er að prjóna upp uppskrift að barnapeysu. Núna get ég klára hana sem fyrst. En já. Já, þetta er barnapeysu uppskriftir sem ég tala um síðust að því. Svo þess ég bara að gera, ég ætla bara
pása þessa byrjugrænu og rauðu. Ég veit samt að græna móherið ekki nógu mikið. En ég held að rauða sé alveg nú í heila rauða. Og svo bara þarf ég að bæta við þá brúnum hérna. Og ég veit ekki hvað ég nota með bláa. Ég get þetta redda mér áreindar eitthvað af afklippum hérna. Á fjólubláu móherið, þú veist þessu hérna. Afklippum af svörtu peysunni sem sýndi ykkur. Með svörtu móher plötulópa peysunni. En já, þetta staðan akkúrat núna. Jæja, heyrðu, langt síðan ég talaði við ykkur hérna inn á síðast. Ég ætla að var ógeðslega dugleg í viku og svo urðu bara veikindi og eitthvað. Þannig ég gerði eiginlega ekki neitt. En ég er búin með alveg bunka, sko. Búin að tæma blábréfötuna mína og þetta ég held að ykkur jólakúlu verið í þessu. Búin að tæma það og síðan á ég geymdi, að því ég er alveg crazy, þá geymdi ég, þú veist, allt sem voru lítið. Ég nota ekki svartan plötulópa, ég ætla bara að geyma hann. Af því að mig langar að, þetta er svo lítið líka. Mig langar að mögulega, þú veist, þetta geti alltaf lítið til þess að binda saman eitthvað, þú veist. En mig langar að kemba þetta saman með einhverju ull. Og reyna að búa til einhvern gatspotta úr því. Þannig ég ætla að geyma þetta, já, verður minnir þá. Keypti þetta sko Nytjamarkaði, þessi skál. Ég ætla að geyma það, ábyggilega bara oní þessu hérna. Svo ég geti nú flokkað litakóðað hérna á þennan disk þegar ég er að klippa af öllum hesspunum. Nei, hesspunum. Þetta heitir ekki hespur. Hvað heitir hérna? Heitir þetta eitthvað þegar að garnið er bara í svona lippu? Nei, það er í ullin þegar maður er að drafta og spinna. Þú veist, ég átt að klippi, þú veist, allir gulu spotnir, þessi guli er nánast bara úr þannig spottum og reyndar einhver litið móheri. Eða ekki. Þannig svona, já. Það er alveg einhverju blæbrigðir í þessu. Og svo fæ ég alltaf meira, nei ekki þessi, meiri spotta þannig að þetta er alveg eilífðarverkefni og ég held að fara að safna þessu. Ég á náttúrulega ennþá pínu hnykil eftir bara í, ég veit það ekki, einhverju framtíðarverkefni, kemur ljós. En allavega, ég er búin með 1, 2, 3, 4 og 5, 6, 7, 8 og ég ætla að hendi einn í gólfið og 9. Þær eru samt alveg þær eru pínu misstórar hjá mér og ég gat ekki alltaf talið hver ég var stödd, þannig ég lét eiginlega bara ráðast hvað þær voru langar. Það er pínu munur á þeim. Það sést kannski ekki neitt. En það er allt í lagi, held ég. Ég held að Svana, þú kannski fyrirgefur mér að þessu ekki allar jafn stórar. Þær eru náttúrulega úr sko þykku garni. Eins og gula, þá náttúrulega var ég bara með 2 svona þræði á meðan ég var kannski með hérna til dæmis sokkaþráður og móherþráður. Það náttúrulega verður fínna. Ég held ég hef bara gert þessi hérna stærri. En ég held það að koma alveg vel út, þú veist, upp á vegg einhvers staðar. Ég held það. Núna þarf ég bara að gera bara spotta úr loftlykkjum. Hægt að spotta úr loftlykkjum. Og það er eitthvað upp og þá er ég búin að þessu.
Já, ég nota hérna Drop Sky sem afgangur sín í gerði Harry Potter trefil fyrir Hólmakára. Hann bað sko Gryffindor trefil. Þá notaði ég bara Drop Sky í það. En ég ætla að gera það. Ok, ég varð að athuga hvernig það kæmi út á bandinu. Sko bara pína velta fyrir mig hvort ég ganga á þessum enda eða endum, hann er á öllum pínuendi, en ég held að sé alltaf að geima bara svona. Er þetta ekki flott? Ok, ég er spennt að sjá þetta þetta er full tilbúið. Ég er ekki búið með spottana endar ég þarf að gera meiri, en mér langar bara að sjá hvernig þetta kæmi út. Ég ætla að klára þetta. Ok, kannski þetta nóg. Kannski, samt ekki. Samt aðeins að máta. Kannski þarf ég að festa þá, svo sé ekki að fara út allt. Held ég. Já, ég held það. Að þeir rennur svolítið á þessum spotta. Oh my god, þetta er sturlað. Svolítið erfitt að sýna ykkur þetta. Þetta er svolítið stórt og mikið og alls konar. En þeir eru geggjaðir. Ég er ekki svo stór. En þetta var rosalegt verkefni. Þetta verkefni búið og ég hlakka svo til að sjá þetta allt uppi í íþróttamiðstöðinni á Blönduósi. Fyrstu helgin í júní á prjónagleðinni, þar sem ég ætla að vera með bás sem er fitt og ég hlakka til að sjá okkur sem flest og bara hlakka til að sjá hvað allir eru búin að vera duglegir að gera veifur. Ég vona að prjónasamfélagið á Íslandi sé nú búið að vera duglegt að gera veifur. Og bara já, ég er svo spennt að geta, á ég eftir að geta spotta hvað þetta er. Ábyggilega, þetta er náttúrulega bara crazy borði. Mér væri rosalega til í að vita hvort þið hafi lagt upp í eitthvað svona sturlað verkefni. Þetta tók alveg rosalega tíma. Það tók náttúrulega enga stund að hekla veifurnar sjálfar. En bara að binda alla litlu spottana saman, það tekur náttúrulega alveg rosalega tíma. En það er ógeðslega gaman. Og ég vona að þið hafi haft gaman af að fylgjast með þessu. En já, ég ætla að klára aldrei setningar. Ef þið hafi gert einhver svona sturluverkefni, tímafrek, stór, mikið maus, þá væri ég rosalega mikið til í að heyra hvað aðrir eru að gera. Annars bara takk fyrir að horfa og
ég vona að bara sjá sem flesta á prjónagleðinni. Það ekki? Skoða allar veifurnar. Ég ætla hérna, já. Ætli ég setja bara í póstkassan hjá henni Svönu næst þegar ég keyri framhjá. Já, ég held ég fari út og króti mömmu eitthvað. Þá hérna lauma ég þessi póstkassan þar, annars bara sendi ég það til hennar. Herði, geggjað. Bara hafa þetta næst. Bye.